Jósera er fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Betri drifbúnaður, betri eldsneytisnýting, betra verð. Honda CR-V, endalaust betri. Target in sight, setting is a love free air. You're an assassin who in passing killed my passion and devotion. Takes my love and without asking leaves a cracking lack of motion. Oh, you're an assassin. Oh, you're an assassin. Nú erum við félagarnir í Motorhaus mættir til New York. Við ætlum að ráða torfæri í Tennessee helgina. Og ákváðum að stoppa áður en við ferðum til Tennessee, hérna á Times Square. Í einhverjum 12 klukkutíma og aðeins að virða þetta fyrir okkur. En næst ætlum við til Nashville. Nú erum við að lappa upp í vél hérna á Newark, í New York og leiða okkur til Nashville, Tennessee. Strákar! Það er bara fúlu. Í hvað erum við komnir? En þetta var það. Þá erum við komnir hérna til Dagisburg. Við ætlum að gista á þessu hóteli hérna. Holiday Inn Expressi. Og við ætlum að kíkja hérna á strákana okkur svæði þess að þeir eru undirbúið að keppinu. Jæja gestur, nú ertu komið til Ameríku. Já, heldur betur. Og hvernig er þetta eiginlega? Þetta er heitt og gott og bara æðislegt. Ryk og drulla og... Já. Hvenær komið þið? Við komum allt og seint í gærkvöldi, 6-leytið eða eitthvað. Og búin að græða bílinn? Hann er svona verða klár, við erum að setja dekkin á og eitthvað og erum að fara að pröfa eftir, vonandi fyrir myrkur. Búin að skoða eitthvað aðstæður þetta? Aðeins. Þetta er svona brattar en þetta virtist vera á myndunum en ég held þetta, maður er að fljúga þarna upp eitthvað. Já. Þetta er bara frábært. Það er búið að prófa henni í morgun og ánægðum bílinn og mikið grip í brekkunum, þannig að þetta lofa mjög góðu. Mikill munur á þessu og Íslandi? Ég veit ekki hvort það sé mikill mun en þetta er svolítið mikið lausara hérna heldur en heima. Já. Svona moldin lausari og
En það eru harðir bakkar í þessu líka. Nú sá ég áðan að þú varst að pröfa rosalega mikið ryk. Hvað er að frétta eiginlega? Ég veit það ekki. En maður sér samt ágætlega úr bílnum. Það var ekkert allavega að há mér menn ég var að keyra. En ég er búinn að vera að fylgjast með öðrum og þetta er svaðalegt ryk sko. Bíllinn góður? Bílinn góður, ánægður með hann. Jæja Gulli, skiptum við öxul í Ameríku. Já, það er ekki verra. Ekki? Nei, þetta fylgir þessu. Er ekki gott að brjóta eitthvað hérna, það er svo stutt í varalut? Jú, líka miklu skemmtilega að gera við þetta hér bara. Veðurfarið og slitt fleira. Hvenær komst þú? Ég kom á laugardaginn. Já, við komum með bílana hérna, bílalestina. Frá Portland í Maine og hinga neyrir. Hvernig líst þér á aðstæður? Þetta er bara geggjað sko. Svolítið mikið grip en það lítur að vera hægt að redda því einhvern veginn. Hafa einhverja króka á einhver leiðindi. Ertu búið að leggja brautir? Þeir eru að því held ég. Hvernig er það með bílinn hjá þér? Þú keyptir ekki mikið í sumar á það? Nei, það var nóg annað að gera sko. Ég vissi líka á þessari ferð hérna. Það er best að spara bara heima og maður eitthvað segja hinga. Hvað er þetta að kosta fyrir að kosta á kjamman eins og maður segir? Ég hef nokkuð að vera að spá í því. Ég held að við viljum ekkert vita það. Borgum bara á brósum. Hvað segir þau? Við borgum bara á brósum. Bíllinn góður? Nei. Nei. Er hún illa við hitta? Já, við erum bara illa við að vera að keyra eitthvað. Þannig finnst best að vera bara heim í skúr. Bílaði minnstaðar? Já, áberandi langminnst. Jæja Óli Bragi, nú ertu komin til Ameríku. Hvernig er þetta eiginlega? Það er aðalega heitt held ég. En þetta er nú bara alveg geðveikt sko. Ertu búinn að skoða svæðið? Já, ég er búinn að fá svolítið ryk og augun og ég held ég sé búinn að éta meira held en öll árin sem ég er búinn að vera að keppa á Egilsstöðum. Það er ryki. Er þetta meira ryk en á Egilsstöðum? Ja, þetta er tölvöld mikið sko, maður er alveg vel sattur hérna, þetta er smá pröfurúmt sko. Hvernig er segir gripið með á Íslandi? Mér finnst það bara ágætt sko, ég var svona, lét samt ekki reyna alveg á það með gasi og eitthvað sko, en það virtist bara að vera ágætt það sem ég fór sko. Það kemur bara í ljósið að fjörið byrjar, það stíkurnar vera konnar og eitthvað. Hvernig er bíllinn hjá núna? Nú frétti ég að því að þú hefur verið aðeins að Brasílíu daginn. Já, við mistum okkur aðeins. Við fengum okkur svona innspýtingu eins og er orðið nýmóðs í dag. Það er vonandi að við náum að standa straum við hina með það, það verður bara komið ljós. Jæja Árni, hvað segir þú gott? Ég segi bara notalegt. Það er alltaf gott að vera í húttunum með séfi í nálægt. Já, það ekki? GM. Býtu, segðu mér aðeins, þú ert nú hérna búinn að keppa í torfæra áður eða ekki? Herðu, jú, það hefur komið fyrir. Á síðustu, já, við vorum nokkuð að segja það. Herðu, þú hérna, eins og margir hafa nú væntanlega komist að, þá varst að kaupa heimasendun aftur, bílinn sem þú smíðar það ekki á sínum tíma? Jú, hún endaði heimahúsum aftur. Já. Finnst þér hérna að farið aftur síðan og þú lest hana frá þér? Nei, það er nú kannski ekki beint hægt að segja það ferði aftur. Þannig það er náttúrulega margir búin að eiga bílinn síðan ég let hana hendi fyrst og er reyndar búin að eignast henni einu sinni í millitíðinni og fara í eina keppni á honum. Nú ertu búin að græða bílinn alveg fullt, en hvernig er skrokkurinn á þér? Ég er náttúrulega alltaf jafn myndalegur sko, á skrokkinn sko. Þannig þú rúlar þessu upp? Maður veit það ekki, þetta er náttúrulega aðalatriðið var náttúrulega að koma út og vera með og fara í þessa ferð og það var náttúrulega aðalatriðið. Hitt er bara einhver rósinhabagatti eða það verður eitthvað meira. Sem ég er nú ekkert að svona, þetta er nú fullt af ungum og sprækum strángum hérna sem hafa náttúrulega mikið til þess að vinna mig. Já, ekki. Þannig að það verður bara gaman ef einhver vinnur mig. Ég verður mjög sáttur við það. Þó að getur náttúrulega orðið erfitt hjá þeim. Hvað ertu búin að prófa að keyra, segirðu? Og hvernig finnst þér gripið og bara brekkurnar, hvernig þær eru? Sko, svæðið er mjög flott og þetta er alveg passlega hátt, en gripið er gífurlegt. Það er alveg saman, sko, slærð af að þú getur alltaf náður að stað aftur allavega neðarlega, sko. En ef þeir grafa stál í þetta og svoleiðis, þá verður þetta náttúrulega hörku erfitt og getur orðið gaman, sko, og veltur og annað. Þeir verða að gera það, sko. Draumurinn að rættast það? Ekki draumurinn, jú. Alltaf gaman að kíkja þangað. Já.
Það verður það vonandi. Já. Fyrsta skipti sem kemur torfærubíl hingað? Hingað, já. En þetta er 10. skipti sem hann fer í gám hjá mér. Nó. Já, já. Þannig þú hefur verið duglegur að ferðast með bílinn? Já, já. Hvernig líst þér á þetta hérna? Bara ágætlega sem er. Fyrir utan hitastigið. Vilt meira vera bara með bringunum til loftið í hérna kaldaverun heim á Íslandi? Bara 15 pluss vandræðar. Já. Bæði fyrir menn og bíla, bara þannig. Jæja, Gumi, nú ertu komin til Ameríku. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara ljómandi vel á þetta. Já. Búin að skoða þetta eitthvað? Já, að skoða þetta í morgun, það var mikið gripið í þá, en svo er það eitthvað búin að hræra í þessu eftir það, þannig að það er spurning hvernig þetta verður. Já, þannig að þú ert búin að fara í brekkurnar og pröfa? Já, hérna við vorum bara aðeins að spóla hérna á sléttleiðindina aðalega. Bíllinn góður? Já, við vonum það allavega. Síðast þegar ég talaði þá varst í skiptingavessinu á Akureyri. Varstu búin að finna út á því? Já, það er vonandi komin bót á því. Okay. Þannig að þetta á að rúlla hérna eins og blómstur eina á morgun. Já, verður ekki að vona það. Jæja, Snorri, nú erum við komin til Ameríku. Og hvernig er að vera í Ameríku? Þetta er bara geðveitt. Komin heim? Nei, alls ekki sko. Það er heitt hérna og rakt, en þetta er fínt. Búin að pröfa eitthvað? Já, tókum smá pröfið hérna þegar við fengum nítraflöskurnar og þetta er bara gott. No grip. Ertu búin að skoða brekkurnar eða brautirnar? Er eitthvað búið að leggja einhverja brautir? Já, ég er nú að leggja á hann 6 brautir. Ég kíkti aðeins í það. Síðustu 3 ár eru nú frekar grófar sko. Já. Þannig að ég sagði verði svolítið aksjón á morgun. Já. En hérna vonandi bara mæti nóg fólki og fullt af kunnum með okkur og þá var ég sáttur. Hvernig er að fara í búðir hér og sjá bara allt sem þið langar í? Summit var alveg klikkuð sko. Þannig að það var keypt of mikið. Já. Refsaður heimabankar? Já, og vísa á allt bara. Já, allt maksa. Það var föstuðin lokk hjá okkur hérna á Bikini Bottoms, Tennessee fylki í Ameríku. Strákon líst vel á þetta, við sjáum hvað gerist á morgun. Jósera er fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Betri drifbúnaður, betri eldsneytisnýting, betra verð. Honda CR-V, endalaust betri. Það var runnin upp laugardagsmorgun hér í Bikini Bottoms í Tennessee fylki í Ameríku. Strákarnir að gera sig klára og eru núna á fundi með keppnisstjóra. Það held ég nú. Allt að gerast. Strákarnir mættir í brautarskoðun. Virða fyrir sér þetta nýja efni sem þeir hafa aldrei tekist á við áður. Og þarna má sjá alveg gríðarlega fallegt landslag þarna í Tennessee. Og það var stemming í hópnum. Snorri Þór alltaf hress. Og við byrjum á fyrstu braut, en þar er Guðlaugur S. Helgason mættur á svæðið. Og hún var svona frekar auðvelt framan af og endaði svo í svolítið svona knöppu stáli. En hann fer svo létt með þetta strákurinn. 350 fyrir lengt, 40 refsistig og 310 stig alls. Þá er Haukur Vegar Einarsson, hann fer alla leið.
350 stig fyrir lengt, 50 refsistig og 300 stig alls. Ólafur Bragi Jónsson kom með innspýtingu, allt að gerast, 350 fyrir lengt, engin refsistig. Ingólfur Guðvarðarson gríðarlega kraftmiklu bíl, flýgur alveg þarna upp, 350 stig fyrir lengt, 20 mínus, 330 alls. Svanur Örn Tómasson á sínum Insane, 350 stig fyrir lengt, 20 refstig og 330 alls, flott hjá honum. Bara Magnús Sigurðsson á Honda Accord Cup, já, flýgur hann upp, 350 fyrir lengt, engin refsistig. Ára Geirivert Grímsson á sleggjunni, já, og hvað gerir hann? Nei, situr þarna á kviðnum, ekki gott stöf, fekk fyrir þetta 250 stig. Þá er það fyrsti Amerikaninn, hann heitir Travis Lovett og ekkur á Hitman. Þetta er svona rockroller bíl, komin á Byggadegarausur, sjá hvað hann gerir. Jú, flýgur þetta upp en brýtur þarna eitthvað í framdrif eða millikassa, ekki alveg vitað, en komst ekki alveg upp og endaði þarna með 250 stig. Gríðarlega flottur bíll hjá honum. Þá er það ökumaðurinn Krassart, Skafti Svavar Skúlason í sinni fyrstu torfærukeppni. Komst ekki alveg þarna en fær enga síður 240 stig, 40 refsing og 200 stig alls. Þá var það David Wheeler. Hann var á sínu sandspyrnu dragga þarna, ætlaði hann að gera stóra hluti en var einhver smá basli þarna með bílinn, hægt að snúast hann að framdekki hjá honum og var líka á svolítið stærri dekkjum að aftan heldur en að framan og það virkar vist ekki dvoðalega vel í torfæru en ekstaði byrjamaður og hann fekk fyrir þetta 110 fyrir lengt, 40 refstig og 70 stig alls. Það var að Tommy Taylor. Hann var á sínum helgarbíl, gríðarlega flottur rockroller. Þetta myndi kallið sveitin að ríða berbækt. Hann var ekki í neinum öryggisklæðna en með hjálm og tæpra velta þarna en bjarga sig glæsilega úr þessu. Svo ruddur og bjórdósir hann fyrir alla peningin úr bílnum eftir þetta. Fekk hann fyrir þetta 190 stig. Næstur John Campbell. Hann er á svipuðum bíl, svona helgar hobbys rockroller. Gríðarlega skemmtilegir strákar og hann virtist alveg vera með bein í nefinu til að gera þetta flott og fekk fyrir þetta 350 fyrir lengt, 60 refstig og 290 stig alls. En þá var það Þór Þormar Pálsson. Eitthvað villast þarna, búinn að brjóta hjá sér eitthvað að framan, annan öxulinn, vinstri framöxul sennilega. Og ég þekki kallið rétt, þá var örugglega farið að sjóða svolítið á honum þarna. Alveg gjössalega grjót stendur kakkan. Og svo brotnaði eitthvað meira á honum, hvort það var ekki framdrif. Það fekk 200 fyrir lengdina, 40 refsistig og 160 stig alls. Alveg klofinn. Og þá var það Ricky Keith á sínum gríðarlega flotta John Deere rockroller. Þetta var $300,000 bíll. $300,000. Og hann var þarna á einhvers konar jeppadekkjum, illa tæpur þarna og rúlar og reynir að bjarga sér þarna og rekur í dræfið virðist vera. Brýtur allt annan þveran þarna í einhverju aftan hjá sér. Fekk fyrir þetta 180 stig. Næstur á dagskrá Johnny Jackson. Þetta er einn undarlegasti bíll sem ég hef augulitið. Allur á áli, alveg skítléttur á dráttavéladekkjum. Já. Illa tæpur samt þarna, ég myndi hann ekki vilja velta í þessu tæki á hliðin einu sinni. En enga sér mjög flott hjá hann, fekk fyrir þetta 200 stig. 240 fyrir lengt og 40 refsistig. Það var Guðmundur Ingi Arnarsson á ljóninu. Hann var í öðru seti til Íslandsmeistara í íslensku torfærinni, mættur til Ameríku. Sjá hvað hann gerir þarna. Já. Flýgur alveg þarna upp. Glæsilega gert 350 stig. Og engin refsing. Bjarki Reynisson á dýrinu. Já. Nei, býðinu við. Hann kennst ekki alveg. En að sönnum sveita sið gefst með aðra ekkert upp. Þið fyrir inn í fulla hnefana. Og næli sér þarna upp á flott hjá hann 350 fyrir lengt, 120 refsistig og 230 stig í heildina. Þá er það Snorri Þór Árnason. Íslandsmeistarinn frá Íslandi
Já, flýgur hann upp. Sýnir þeim að þetta sé lítið mál. 350 fyrir lengd, engi refsing, glæsilega gert. En staðan eftir fyrstu þrautir svo hljóðandi að í fyrsta til 5. seti Snorri, Gummi, Maggi, Óli og Alli með 350 stig. Þá það Ólafur Bragi Jónsson fyrstur í aðra braut. Sjá hvað hann gerir. Hún var svolítið snúin þessi braut. Byrjunin á henni var þannig að það kom svona stallur þarna og hann átti pínubasli með þetta og veltu þarna. Endar á toppnum. Fekk aðeins 90 stig. Samtals komið 440 stig. Ingólfur Guðvarsson var næstur og hann fór hinum einn í barðið. Og þetta með furðulegri veltu sem ég séð. Gafst bara ekki upp. Þannig bróður hans alveg brjálaður. En Ingólfur fekk fyrir þetta 90 stig, kom með 420 alls. Þá það Svanur Örn Tómasson. Og já, hann fyrir aðeins öðru í síta, svona meira til vinstri hérna og grefur sig þarna upp á, ekkert mál. Svo það bara að halda áfram. Brautin hélt áfram þarna upp og smá lykkju þarna til hægri yfir öxlina og svo átti að fara upp á kantinn þarna sem fyrsta brautin endaði og svo ætlaði hann að keyra þarna bara rétt, bara niður á flattan aftur og hann sá að hann komst ekki lengra og misreikta sér svona hrikalega og veltur þarna fram af gríðarlega háum kanti og bíllinn hjá honum endar á steinsteyftri jörðinni þarna ef svo má orðið komast. Það varð uppi svona smá fóturum fitt þarna, ein svakalegasta velta sem hefur orðið í íslenskri torfæru. Það ósköp einfalt. En augnabliki síðar reif kallið sig út úr bílnum og sýndi öllum að hafa sko allt í góðu lagi með hann. Ótrúlegu kall. Og sannarlega. Bíllinn var alveg í henglum eftir þetta. Allur skakkur og skeldur. En það var öllu sami aðstofaliðinu því að þetta eru bara rör. Jæja Svanur, hvernig líður þér? Náttúrulega sárt að sjá bílinn alveg í kásu en ég er góður sjálfur. Já. Bara ótrúlega góður. Það er fyrir öllu. Já. Þannig að ég eitthvað smá mara á hendi og eitthvað pínlítið olbúa en ekki neitt annað. Góðar öryggiskröfur að skila sér? Já, alveg á hreinu. Ég er með Hansabúnaðinn og asnærum líka og vel strappaður og þannig það er alveg á hreinu og það bjargar mann hann. Alveg á hreinu. Hvernig fannst þér annars svona þangað til að þú veltur? Hvernig fannst þér brautin að vera? Fannst þér þetta skemmtilegt? Bara geggjað. Gott grip og bara eiginlega það var svona kannski valdur að þetta var svona. Maður fattaði ekki alveg hvað var gott grip. Þóttist þeir að bjarga sér og veltu þannig og steig hann í botn og hann bara rauk á stað. Þannig að hann hefur skilað sér algjörlega niður í jörðina hvað var kraftmikill. Alveg gjössanlega sko. Alveg rosaleg power þarna í þessu gripi þá er það bara alveg geggjað að keyra þarna sko. Og þetta er kannski eitthvað sem að mér sýnist nú að miða við hvað margir olti og svona að menn sé ekki alveg átt að sjá eitthvað rosalega gott gripi sko. Nei, akkurat. Þannig að það er kannski partur af því að við séum að velta svolítið. Þeir eru að responsa svolítið hressilega við þessu svona. Já, þetta ég held að þetta kannski hinir hefði aðeins lært af þessu sko og passa sig en það veitast það ekki vera. En hvernig veistu þú ert í lagi, hvernig er bíllinn? Hann er náttúrulega illa fyrir nattan, afturendin á hann, hásingi rifnaði af, stífurnar bara slitnuðu og pinjónin brotnaði þannig að driftskætti fyrir út og það ég bara rétt nýbúinn að kíkja á hann sko. Svo sýnist mér að raskati á hann sé aðeins speikla niður öðrum megin þannig að það þarf svona eitthvað aðeins að setja hann í bekk. Þetta eru bara rör, það er hægt að sjá þetta saman? Það er nefnilega bara rör og ég er í lagi og allt liði í kringum mig. Og þetta er bara ekkert mál. Jæja Gestur, ein braut búinn og hvernig gengur? Ég komst ekki upp alla leið, nálægt í. Já. Þannig að þetta gekk allt í lagi hún, svo sem. Bíllinn í lagi? Já, það brotnaði stýrið. Já, áður en fórum brautina sko. Við þurftum að strappa það þarna bara áður en fórum í hana og vorum að sjóða það og þá var hann að vera klár. Já, ok. Hvernig er að keyra núna í braut í þessu efni? Er það öðruvísi en áttu von á? Það er miklu meira grip í þessu heldur en ég held. Gríðarlegt grip. Og reynið þá á kraftinn í bílnum og allan búnaðinn í honum væntanlega? Já, það gerir það.
Já, Snorri, hvað segirðu? Einbraut búinn? Einbraut búinn, það er bara 5 eftir. Hvernig finnst þið brautirna að vera að þú ert farin að keyra í þeim í aksjón í staðan fyrir einhverju pröfum? Er þetta öðru sem áttu von á? Það er nóg grip sko, en samt inn á milli þá ertu bara að keyra á svelli. Þannig að ég væri ekki til í að vera einn í rigningu. Þá væri bara í vandræðum á þessum litlu tútum sko, en ég veist að það eru fínt, það er enda að verða meira krefjandi núna eftir sem líður á. Jæja, Skafti, nú ert þú komin til Ameríku að keppa í torfæru. Hvernig er það eiginlega? Það er bara mjög gaman. Hefurðu keppt í torfæru áður? Nei, ég hef aldrei keppt. Ég var eiginlega bara að prófa bílina, það var bara gaman að niður þetta sko. Hvernig finnst þér þetta að vera, að keyra torfærubíl? Er þetta ekki gaman? Jú, þetta er geðveikt sko. Þetta er mjög gaman sko. So, how do you like Formula Offroad? It's definitely different. It's a lot more horsepower, crazier hills. The sideways obstacle is different for sure. Are you gonna do this again? I'm gonna try my best to finish the rest of the day out. Is the car okay? Yeah, car's good. I'm gonna try it. We'll keep on going. Þá fyrsta þættinum að 3 íslensku torfærun í Ameríkuhreppi lokið. Næsti þáttur verður sýndur á mánudag eftir viku, hér á N4. Jósera er fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Betri drifbúnaður, betri eldsneytisnýting, betra verð. Honda CR-V, endalaust betri.